Þá það eftirvæntingarliðurinn okkar. Það skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég skal ekki valda forseta vonbrigðum með skýrslu bæjarstjóra. Þetta eru 3 atriði sem ég ætla að nefna. Fyrsta lagi þá var hér haldið mjög merkileg fundur vinabæja sveitarfélagsins loftslagsmál sem að fulltrúar í umhverfisnefnd sátu og fulltrúar framkvæmdadeildar og mér var boðið að sitja kynningar sem voru frá þessum vinabæjum og bara lýsa því hér að við erum síst eftirbátar annarra vinabæja okkar í þessum málum og eftir í teki hvað við erum að gera varðandi þetta verkefni okkar með kolefnishlutlaust sveitarfélag. Síðan að mestur hluti vinnunar í öðru lagi, mestur hluti vinnunar hjá mér núna síðustu vikur hefur farið í innleiðingarferli varðandi breytingarnar á stjórnsýslunni og það mikil vinna og vandasum og ég hef notið stuðnings frá bæjarfulltrúa Sóleyju og bæjarfulltrúa Matthíasi í þessari vinnu og þessari vinnu hvergi nær lokið en bara svona til upplýsinga þá gengur þetta bara ágætlega og við treystum því að þetta gangi allt saman eftir eins og við höfum vonast eftir. Og síðan að lokum síðasta málið að þá það hér heilsueflandi samfélag. Hér var haldinn á Akureyri sérstakur fundur sem var studdur af okkur og sem var haldinn á vegum landlæknisembættisins og það náttúrulega bara eins og þið munið og þekkið að þá erum við afskaplega stolt og ánægð að vera heilsueflandi samfélag. Við undirrituðum samkomulag það hér í fyrra frekar hittifyrra við landlæknisembættið og þessi fundur var fjölsóttur og nágrannasveitarfélögin meðan sóttu þennan fund þar sem við gátum og fengum tækifæri til að kynna það sem helst á baugi í okkar sveitarfélagi. En ég ætla bara að láta þessu lokið. Takk fyrir. Bæjarstjóri Eiríkur Björn Björgvinsson hefur lokið máli sínu. Í lokin vil ég vekja athygli á eftirtöldum fundargerðum. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 20. til 27. október, bæjarráð 20. til 27. október, framkvæmdaráð 24. október, íþróttaráð 17. október, samfélags- og mannréttindaráð 18. október, skipulagsnefnd 27. október, skólanefnd 17. október, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 24. október, velferðarráð 19. október. Hægt að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins og það segir dagskrá tæmd og fundi slitið klukkan 17:28.